það eru 2 strik. Nei, vonandi sleppur það. Veit ég hvað. Ég held að væri hérna. Sem bækunar. Góða kvöldi og verið öll hjartanlega velkomin. Good evening and welcome. Það gaman að sjá okkur öll hér í kvöld. It's really nice to see you all here today. Og í kvöld þá ætlum við að fjalla Åpenbarabókina og baráttuna hugan. Today we're going to talk about the revelation and the battle of the mind. Og hérna eins og við höfum gert áður þá munum við draga út bókagjafir. Like we have done before, we're going to have a book, hvað sem Book giveaway. Book giveaway. Og þessar bækur eru ætlast til þess að hvetja sérstaklega til lestur á Biblíunni. These books are to point you to the Bible. Bókana. Ef einhverjum vantar Biblíu, If anyone needs a Bible, þá hægt að fá lánsbiblíu hérna aftast can borrow a Bible over there, á íslensku og ensku English and Icelandic and Spanish. og spænsku. Og eru þið öll búin að fá umslagið? Have you all gotten the envelope? Við munið umslagið, já. Ef einhver sem vantar umslag þá getum við útvega það. If anyone needs an envelope, please let us know. En bara að rifja upp og að þetta umslag þjónar margþættum tilgangi. This envelope has a multi-purpose. Og það ef þið eru með spurningar, þá getið þið skrifa spurningar og sett í umslagið. So if you have questions, you can write them and put them in the envelope. Ef þið eru með bænaróskir, þá getið þið líka skrifa þær annarkvort á umslagið eða sett þær ofan í umslagið og við munum biðja fyrir því. And also if you have prayer wishes, you can write that down and put it in there. Við notum spjaldið núna rétt á eftir til að fara yfir upprunaspurningar frá kvöldinu áður. And we're also going to go over the questions from the theme yesterday. Og svo erum við oft spurð hvort það hægt að aðstoða eða styðja við starfið, þannig að ef það liggur þér á hjarta, þá má líka setja frjálsframlög í umslagið. If you want to support this event, then you can also do that. En þá skulum við bara fara beint í upprifjunna spurningarnar frá því í gær. And let's go to the questions from the theme of yesterday. Og við vorum að tala björgun utan úr geimi. And we're gonna, Rescue Out of Space was the title. Og ég ætla að lesa 5 staðhæfingar og þið merkið á blaðið ykkar S eða O. And I'm going to read 5 statements, and you are going to answer true or false. Og hefst þá lesturinn. I'm going to start reading. Fyrsta staðhæfingin. First statement. Vísindin staðfesta þá hluti sem ritar í Biblíunni. Science confirms the things written in the Bible. Vísindin staðfesta hlutina sem ritar í Biblíunni. Satt eða ósatt. Science confirms the things written in the Bible. True or false? Númer 2. Number 2. Arturus persóna sem lifði á dögum Jóbs. Arcturus is a person living in Job's days. True or false? Arturus persóna sem lifði á dögum Jóbs. Satt eða ósatt? Arcturus is a person living in Job's days. True or false? Númer 3. Number 3. Það verið að leysa belti Órions. The belt in Orion is being loosed. True or false? Satt eða ósatt? Það verið að leysa belti Órions. Number 3. The belt in Orion is being loosed. True or false? Númer 4. Number 4. Hinn opni geimur í Orion var uppgötvaður 70 árum eftir að White skrifaði hann.
Number 4, the open space in Orion was discovered 70 years after Mrs. White mentioned it. True or false? Satt eða ósatt. Númer 4. Hinn opni geimur í Orion var uppgötvaður 70 árum eftir að White skrifaði hann. Number 4, the open space in Orion was discovered 70 years after Mrs. White mentioned it. True or false? Og númer 5. And number 5, Jesús mun koma úr austri til að bjarga fólki sínu. Satt eða ósatt. Jesus will come from the east to rescue his people. True or false? Númer 5. Jesús mun koma úr austri til að bjarga fólki sínu. Number 5, Jesus will come from the east to rescue his people. True or false? Satt eða ósatt. Vilja að ég lesi eitthvað af staðfestingunum aftur? Do you want me to read some of the statements again? Þið eru svo öflug í þessu. You are strong in this. Þá ætla ég að biðja ykkur að passa merkjablöðin Then I want to ask you to put your names on the envelope. og við förum saman í gegnum svörin núna And we're going to look at the answers now together. og svo drögum við úr spjöldunum hérna eftir. And then we're going to find out who the winner is. Númer 1. Vísindin staðfesta þá hluti sem ritaðir í Biblíunni. Number 1, science confirms the things written in the Bible. True or false? Satt eða ósatt, hvað segir þið? So what do you say? True or false? Satt, við sáum það að vísindin voru að staðfesta það sem ritaði í Biblíunni í gærkvöldi. True, we saw it yesterday that science confirms the things written in the Bible. Arturus persónan sem lifði á dögum Jóbs. Satt eða ósatt? Arcturus is a person living in Job's day. True or false? Það ósatt, er það ekki? What do you say? Arturus stjarnan, muniði, It's false. stjarnan sem að ferðast í gegnum geiminn á 925.000 mílna hraða á klukkustund. It's a star that's traveling very fast through space. Og númer 3, belti Orions, verið að leysa það? Number 3, so is someone loosening up the belt of Orion? True or false? What do you say? Það satt. It's true. Muniði stjörnunar að færast í burtu eins og einhver sé að losa beltið hans. It's like the stars are moving apart from each other so that there's coming an opening. Eins og við myndum þegar við færum tækjum beltið af okkur. It's like if we would be taking our belt off. Það satt. Númer 4. Opni geimurinn í Orion var uppgötvaður 70 árum eftir að White skrifaði hann. Number 4, the open space in Orion was discovered 70 years after Mrs. White mentioned it. What do you think, true or false? Það satt. It's true. Ellen White skrifaði einmitt þetta 70 árum áður en að vísindamenn uppgötvuðu. Mrs. White mentioned this 70 years before the scientists discovered it. Og mun Jesús koma úr austri til að bjarga fólki sínu. And will Jesus come from the east to rescue his people? Það satt. True. Frábært. Þá ætla ég að biðja að taka saman spjöldin og við drögum út. Now let's gather together all the envelopes. Þið réttið í miðjuna þá. Ef við fá Jónatan til að koma upp. Myndir við ekki líka gera það? Það draga. Já, skar hérna. Nú ég bara að breyta röðinni eins og þetta segja ekki akkurat eins og þetta var sett í. Og þú mátt velja hvað? Þú mátt velja 2. Svona.
Rauði tafli hérna. Það veitum við þó. Is he cheating? His mother. Og ég þetta nú. Þetta var ferð til fjár. Já. Ég held við látum Jónatan ekki draga aftur. I don't think he's going to be able to pick next time. En við skulum þá er það komið að því að við ætlum að við þekkjum ræðumanninn, hann Louis Torres. We know the speaker today is Pastor Louis Torres. Og við erum mjög glöð og ánægð að fá að hafa hann hér á Íslandi með okkur. We're so happy to have him here in Iceland with us. Við getum kallað hann Íslandsvin af því að hann hefur komið hérna oftar en einu sinni. We can call him a friend of Iceland because he has been here so many times. Og það er okkur heiður að hafa hann hér með okkur til þess að deila með okkur orði Guðs. And it's a great honor to have him here with us to share the word of God with us. En áður en við munum syngja þemasálminn, þá skulum við lúta höfði í bæn. Let's pray before we sing the hymn. Kæri himneski Faðir, Dear Heavenly Father, við þökkum þér fyrir það að við getum hlýtt á þitt orð. thank you that we can listen to your word. Þakka þér fyrir að við höfum aðgengi að því. Thank you that we have access to it. Við biðjum þig þinn heilagan anda. We ask for your Holy Spirit, Hann leið okkur á vendi that he may guide us and protect us, og hann megi vera með Louis Torres þegar hann talar til okkar. and that he may be with our Pastor Torres as he speaks to us. Við biðjum fyrir öllum þeim sem eru hér í dag, We pray for everybody that is here today, þeim sem kunna vera ennþá á leiðinni those that are traveling and coming here, og þeir sem fylgjast með á netinu. and also for those that are watching us on the internet. Við biðjum þig að blessa þessa stund We ask you to bless us here in this moment, í Jesú nafni. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Eða við bara hafa þetta. Já, lít svo þannig. Þá býð ég Louis Torres velkomin hér upp. Welcome, Pastor. Thank you, sir. Good evening to all of you. Góðan daginn allt sem vel. It was a very windy day today, wasn't it? Það var mikið rok í dag. I understand that when the storms in the coast of the United States,
Mér skilst að þegar að stormarnir geisa við strendur Bandaríkjanna that they come around and get up to Iceland and then blow on you. og þá koma þeir hingað upp yfir og blása líka á okkur. And so there was one storm that was coming this way, Það var stormur sem var að koma hingað and it looks like there's some more storms that will be coming. og það virðist vera að sé að koma fleiri stormar But I hingað guess upp. we're used to it, aren't we? En erum við ekki bara orðin með því? It was pretty windy. Já, það var mikið rok. It's interesting because in the Bible it mentions wind Þetta áhugavert því að Biblían hún nefnir vind as a symbol. sem tákn And it's a symbol of the Holy Spirit. og hann táknar heilagan anda. Also, it is a symbol of controversy, storms, wars. Þetta líka táknar eitthvað svona deilur eða stríð. And tonight we're going to consider one of the biggest battles that is being fought. Og í dag ætlum við að velta fyrir okkur stærstu baráttunni sem verið að heyja í dag. In fact, in the book of Revelation, Í rauninni, ef við förum í opinberunarbókina, we will study battle for the mind. þá munum við rannsaka baráttuna hugan. This is a global battle. Þetta barátta sem alheims barátta. Because it includes every human being on the planet. Því hver og einn einstaklingur á plánetinu að taka þátt eða þátttakandi í þessu. In the book of Revelation chapter 6, Ef við förum í opinberunarbókina 6:15, the Bible reveals then that Jesus returns, þar sýnir Biblían fram á að Jesús sé að fara að koma tilbaka aftur. and those who are not ready see him coming. Og það fólk sem sér hann koma sem ekki tilbúið. And it says that the kings of the earth, Og það stendur að konunga jarðarinnar, the great man and rich man and chief captains and the mighty man and every bond and free man, og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektaramennirnir og hver þræll og þegn. it says that they hide. Og þeir fara í felur, stendur. They hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. It's interesting. Þetta áhugavert. There's a group that sees Jesus coming and they rejoice that he comes. Og svo hópur sem sér Jesús koma og þeir fagna þegar þeir sjá hann. Yet there's a group that sees Jesus coming and they don't rejoice. Og svo annar hópur sem sér Jesús koma og þeir fagna ekki. It says they hide. Það stendur að þeir munu fela sig. Then it says they say to the mountains and rocks, fall on us Og svo segja þeir við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss and hide us from the face of him that sits on the throne og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr and from the wrath of the Lamb. og fyrir reiði lambsins. For the great day of his wrath is come. Þegar kominn dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra. And what's the last question? Og hver síðasta spurningin? Who will be able to stand? Og hver mun geta staðist? That's a question that needs to be answered. Þetta spurning sem þarf að svara. Because Vegna þess að these who are fleeing or hiding from Christ þessir voru að flýja frá Kristi recognize that they waited too long. og þeir kunnust við það að þeir höfðu beðið of lengi með að taka mót honum. And then it says, he's come, and who's going to be able to stand? Og svo kemur hann þarna og þeir segja, og hver mun geta staðist? So there's a division that takes place, Og þarna sýn sem á sér stað, a separation það sem verið að skipta í tvo flokka, between those who have believed and those who have not believed. þá sem að hafa trúað og þá sem hafa ekki trúað. Last night we talked about those who do believe. Í gær tölum við þá sem trúa. You remember that Jesus returns Muniði þegar Jesús kemur tilbaka aftur and we take the trip to heaven, og við förum öll saman til himna and then we enter into the city og svo komum við inn í borgina and we hear the voice of the Father say, welcome home, children. og við heyrum rödd föðurinn segja, velkomin heim börn.
That's one group. Þetta er einn hópur. But the other group En hinn are hópurinn not very happy. ekkert sérstaklega. Why? Af hverju? The Bible speaks about a sealing. Biblían talar innsigli. So if you turn to Revelation chapter 7, Ef við förum í Åpenbarunarbókina 7. kafla, we begin with verse 1. þá förum við í vers 1, Revelation chapter 7 and verse 1. kapli 7 í Åpenbarunarbókinni, vers 1. Now I want you to notice how it reads. Við skulum lesa þetta saman. After these things, Eftir þetta, so you see, we just read the last verse of Revelation chapter 6, við vorum að lesa síðasta versi í 7. kaflanum and then chapter 7 says after these things, og svo kom kapli 7 og stendur, eftir þetta sá ég, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, sá ég 4 englar stóð á 4 skautum jarðarinnar. holding the 4 winds of the earth, Þeir héldu 4 vindum jarðarinnar that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. So it reveals a picture of angels holding back the winds. Þarna er sýn þar sem að eru englar sem halda aftur af vindum. In other words, Með öðrum orðum, they are trying to slow down the final things that will happen to the planet. þeir eru að reyna að hægja á því sem mun gerast á hérna síðustu dögum á þessari plánetu. So why are the angels doing that? Af hverju eru englarnir að gera þetta? Because they're trying to provide opportunity for anybody who might decide to get on the right side. Þeir eru að reyna að passa upp á að allir hafi tækifæri til þess sem að gætu komið að því að játa trú á Guð. Which means this, Sem þýðir, if you know the things that are happening on the earth, ef þú veist hvað er í gangi á jörðinni, there's stronger earthquakes, þessi miklu jarðskjálftar there are more storms with more strength in the storms, og sterkir fellibyljir, there are fires, eldar, there are all sorts of floods. alls konar flóð í gangi. In other words, Með things öðrum orðum. are mounting up. Hlutirnir eru einhvern veginn að stigmagnast, They're increasing. það er að aukast. And while science says global warming, Og meðan að vísindi segja hitnun jarðar, the Bible doesn't say global warming. að Biblía þá, hún nefnir það ekki. The Bible says global warning. Þetta er ekki upphitun jarðar heldur viðvörun jarðar. Why? Af hverju? Because if you think things are bad, Því ef þið haldið að hlutinir eru slæmi núna, when those angels let the winds go, þegar að englarnir sleppa vindunum, then things will get worse. þá munu hlutinir aldeilis verða verri. So what's happening is that the earth is actually falling apart. Það sem er að gerast er að jörðin er þá bara alveg að sundurleysast. And scientists recognize Og vísindamenn kannast við that they are in trouble. að þeir eru í vanda And they're trying to find some way to get off the planet. og þeir eru að reyna að finna einhverja leið til að koma sér af þessari plánetu. However, En samt sem áður, God says that what he is permitting að það sem Guð er að leyfa is an opportunity er tækifæri for those who are watching fyrir okkur sem erum að sjá and seeing what's happening, og fylgjast með því sem er að gerast, that they may realize að þeir geri sér grein fyrir því that this is something that God is involved with. að þetta er eitthvað sem hefur eitthvað með Guð að gera. So while the angels are holding back the winds, Þegar að englarnir eru að halda aftur vindunum, there's a separation being made. þá er eiga sér stað aðskilnaður. It says, I saw another angel ascending from the east, Og þarna stendur, ég sá annan engil stíga upp í austri, having the seal of the living God. hann hélt á innsigli lifanda Guðs And he cried with a loud voice og hrópaði hárri röddu to the 4 angels, til englana 4, to whom it was given to hurt the earth and the sea. sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu. Did you hear that? Heyrðu þið það? To hurt the what? Að granda hverju? The earth and the sea. Jörðinni og hafinu. And this angel is saying, Og þessi engil segir verse 3, í 3. versi, hurt not
the earth, Vinnið ekki jörðinni grann neither the sea, og ekki heldur hafinu, nor the trees, né trjánum. until Until what? þar til hvað? Until we seal the servants of our God in their foreheads. Þar til við höfum sett innsigli á ennið þjóna Guðsvors. There is a selection process that takes place. Þarna verið að velja úr. So how does God do it? Og hvernig fyrir Guð að þessu? It says then, Og svo stendur, till we seal the servants of our God in their what? þar til við höfum sett In innsigli á their foreheads. ennið þjóna What Guðsvors. does that mean? Hvað þýðir þetta? Well, in Revelation 13, Ef við förum í Opinberunarbókina 13. kapla, there's another separating taking place. það annar aðskilnaður að eiga sér stað. And in this particular separation, Og í þessum aðskilnaði, the Bible says that there are people being marked. og þar líka verið að merkja fólk, segir Biblían. And it says, Og þar stendur, He causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. And that no man might buy or sell, Og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. nema hann hafi merki nafn dýrsins eða tölu nafns þess. So you see then, there are two classes. Og þarna sjáu þið að það eru tveir hópar. There are those that are separated by God for salvation, Það eru þeir sem hafa verið skildir að, sem eru Guðs fólk vegna frelsunar and þeirra. then on the other side there are those who are marked. Og svo eru hinir sem eru merktir. I think you've heard the phrase, he is a marked man. Þið hefur örugglega heyrt að orðatiltakið hann já, á ensku það merktur. No, it doesn't, I don't have it in Iceland. In English, they say he's a marked person. That means that there's something wrong with him. Já, það eitthvað sem eitthvað að hjá manninum. So, let's understand what happens. Já, sjáum hvernig þetta virkar. How many of you do canning? Hversu mörg ykkur hafið verið að niðursjóða eða gera sultur? Do you preserve food here in Iceland? Gerið þið slíkt á Íslandi? I see two ladies raising their hands. Þarna einhverjar sem rétt upp hönd. And you raise your hand too. Já, og hann líka. Do you help mother Ert þú að hjálpa mömmu að gera svo leys? with collecting the fruit and put them in jars? Ertu að hjálpa mömmu að setja ávexti í krukku? Okay, so canning, Og það að niðursjóða, in America they call it canning, þetta kallast svoleiðis á ensku, but they don't use cans, they use jars. en það ekki verið sko niðursuðu dósir, það ekki verið nota dósir heldur krukkur. And so many times in our family, Oft í okkar fjölskyldu, when it came time for harvest, þegar að uppskeran kom, we would go and buy apples, þá fórum við og keyptum epli and we start peeling them, og við afhýtum eplin and then we would cut them in fours og svo skárum við þau í bita, and remove the pits, tókum úr kjarnan and we would then prepare them to get heated up. og svo undirbjugum við þau til þess að hita þau upp We put them through a grinder, og svo möluðum við þau niður í svona einhvers konar hakkavél and then that sauce is put in the jars. og svo það mauk sett í krukkurnar And then it is heated up in water, og svo vatnið soðið og krukkan ofan í vatninu and the lids that are put on there are not very tight. og þessi lok, þau eru ekki lokuð alveg þannig að það sé þétt heldur bara svona lauslega. So as the water heats up the bottles, Þannig að þegar að vatnið að sjóða og krukkurnar hitna, it forces the air to get out of the bottle. þá fer allt loftið út úr krukkunni. Then what they do is they take the bottles out, Svo krukkurnar teknar upp úr vatninu tighten the lid, og svo hert lokið and let them cool down. og svo þeim leyft að kólna. When they cool down, Þegar það kólna it creates a suction, og þá myndast svo kraftur and that seals og þannig the applesauce
in the jar. Þannig innsiglast eplamaukið ofan í krukkunni. Now let me ask you a question. Nú langar maður að spyrja ykkur einu. When you are preparing what you're going to put in the jar, Þegar þið eru að undirbúa það sem þið eru að fara að setja í krukkuna, what part do you put in it? hvað er sett í krukkuna? The good part or the bad part? Setið þið góða hlutan af eplinu eða slæma hlutan af eplinu ofan í krukkuna? Which part? You want to preserve the good. Þið vilja náttúrulega varðveita þetta góða hlutan af eplinu. You're not interested in preserving the rotten parts in it or the worms that are in there. You want to preserve the good. Þið vilja ekki setja einhverja maðka sem er í eplinu eða kjarnan eða eitthvað svoleiðis. So here's what takes place then. Svo er svona gert. Those jars that are not good, you mark. Maður merkir þær krukkur sem hafa ekki tekist að niðursjóða. But a mark is different than a seal. Merki er öðruvísi heldur en innsigli. When the jar seals, Þegar að krukkan innsiglast, it then preserves the food for a long time. að þá geymist maturinn þar í mjög langan tíma. Is that true? Er það ekki rétt? How many of you like homemade applesauce? Any of you? Hversu mörg ykkur eru hrifin af I eplamauki see sem my er wife raising heimagert? her hand. Kona mér lyfti upp hendina. Well, what about apricot? Hvað með aprikósusósu? What about peaches? Eða aprikósur eða hvað með ferskjur? Am I making you hungry? Eru þið orðin svöng við tilhugsunina? There's nothing like homemade preserved food. Það er ekkert eins gott eins og heimalagaður og You heimaniðursaður know what's matur. in there. Þú veist nákvæmlega hvað er í krukkunni. You don't have to read the label to find out what's inside. Þú ert ekki að lesa einhver innihaldslýsingu. So the process that the Bible is revealing Og þessi aðferð sem að Biblían er að lýsa, is not in putting some stamp on the forehead, það snýst ekki að setja eitthvað stimpil á ennið, but a separation heldur aðskilnað that God uses sem Guð notar. based upon your character, Og það er byggt á lindisengun ykkar. your relationship with God or not with God. Þessu sambandi sem þið hafið við Guð eða þessu sambandi sem þið hafið ekki við Guð. So that process of separation is taking place right now. Og núna er í gangi aðskilnaður. All the things that are happening out there Allt sem er í gangi í þjóðfélaginu are basically warnings. eru viðvaranir. The worst is coming. Og það er eitthvað verra að fara að koma. And there will be a final decision. Og svo mun koma að því að fólk þarf að taka loka ákvörðun. You will either be among those that follow God, Annarkvort ertu með þeim sem að fylgja Guði, or you'll be with those that don't follow God. eða þú verður með þeim sem fylgja ekki Guði. So the battle is on. Þannig að það er barátta í gangi. The seal is a seal Innsigli er that preserves what's inside. eitthvað sem að varðveitir það sem er inni. And so the Bible says, let this mind Og Biblían segir í Filippi bréfinu, be in you, which was also in Christ Jesus. verum með sama hugvægfari sem Jesús Kristur var. In other words, you Með öðrum orðum, and I við, are being given the opportunity okkur hefur verið gefið þetta tækifæri to become more and more Christ-like, að verða líkari Kristi með hverjum deginum sem líður. more like the Lord Líkari drottnin, in character, í in lindisengun, personality, í persónleika, in your lifestyle, í lífstíl, in how you live. í hvernig þú lifir lífinu. Let this mind be in you. Látið þennan huga vera í ykkur. So Þannig að the scripture says that we wrestle not against flesh and blood, og ritningin segir að við erum ekki í baráttu við menn af hold og blóði, but against principalities, heldur við tignirnar og völdin, against powers, við heimsdrottna, against the rulers of the darkness of this world,
við andaverur vonskunar í himingeimnum, against spiritual wickedness in high places. heimsdrottna þessa myrkurs. So from the biblical perspective, Þannig að út frá Biblíunni, we know then þá vitum við that there's a wrestling going on. að það barátta í gangi, But the Bible says we're not fighting with flesh. en Biblíun segir við erum ekki í einhverju baráttu við holdlega menn. Your battle is against evil Baráttan gegn ílskunni and those who are responsible for evil. og þeim sem bera ábyrgð á ílskunni. Now, since God is trying to separate the good from the bad, Og þar sem Guð að reyna að skilja að það góða frá hennu slæma, that's why it highlights the frontal lobe. og þess vegna hefur það með framheilahvelið að gera. There are people who think that the mark of the beast is some stamp that's put on people's foreheads. Sumir halda að merki dýrsins sé stimpill sem settur beint á ennið á fólki, But it's not putting a stamp on the forehead. en þetta snýst ekki það að fá stimpil á ennið. It's a separation that's made in the mind. Það aðskiljunar sem að eiga sér stað og það á sér stað í huganum. And so when that final separation takes place, Þannig að þegar þessi loka aðskiljunar á sér stað, then those that are good will be good forever. þannig að þá munu þeir sem eru góðir munu vera það alla eilífð. In other words, God will seal you Guð mun innsigla þig, because you have allowed the Spirit of God to work in you því þú hefur leyft heilugum anda að starfa í þér and to remove the bad from you og taka allt það slæma úr þér and put the good in you. og setja þetta góða í þig. So God wants to preserve the good, Guð vill varðveita þetta góða, not the bad. ekki það slæma. But how do we do that? En hvernig förum við að þessu? By spending time with God, Með því að verja tíma með Guði, asking Him to help us, biðja hann að hjálpa okkur, to direct us, leiðbeina okkur, to teach us, kenna okkur. so that as we learn Og þannig að þegar við erum að læra His ways, hans leiðir, then we begin to live His ways. þá byrjum við að lifa eins og hann. So He keeps filling you up with His goodness, Þannig að hann að fylla þig af hans with His righteousness, góðmennsku og hans réttlæti. so that when He sees that you are full enough with His goodness, Þannig að þegar hann sér að þú ert uppfull af hans gæsku, then you're sealed, þá innsiglar hann þig. and you'll be sealed forever. Og þú munt vera innsigluð alla eilífð. Is that good news? Þetta góða fréttir? Yes or no? Já eða nei? And so, the enemy then knows where the control system is Þannig að en óvinnurinn veit hvar stjórnkerfið in the mind. það í huganum. And the primary place is in the forehead. Og aðalstaðurinn þarna þar sem ennið So it is in the frontal lobe Þetta í framheila kvelinu, that it's a seat of judgment, þar sem að dómgreindin reason, og rökhyggjan conscious, og meðvitundin intellect, og gáfurnar, the will, viljin and the moral discernment og það að geta fundið hvað rétt and spirituality. og andlegheit. I run a program to quit smoking oftentimes Ég oft með námskeið til að hjálpa fólki að hætta að reykja to help people overcome smoking. og hjálpa fólki að komast yfir þessa fíkn. And when they come to my classes, Og þegar það kemur á námskeiðið, they're thinking that they want to get rid of the cigarette, þá það að hugsa að við viljum losna við sígarettunar, but they don't realize en þau gera sér ekki grein fyrir því that it's not the cigarette, að það í rauninni ekki it's the sígarettunar, mind. heldur það hugurinn. It's what? The Þetta mind. hugurinn. So a person who's addicted Einhver sem hefur ánetjast einhverju, is addicted in the mind. þá hefur hann ánetjast í huganum. And I have to help them understand Og ég þarf að hjálpa þeim að skilja how they can begin to change their thinking hvernig þau geta breytt hugafarinu, so that they can be free from the habit. svo þau geti losnað undan þessum ávana. And every time we run the program, Og hver skipti sem við erum með þetta námskeið,
It's amazing how many people quit smoking Það ótrúið hvað eru margir sem hætta að reykja. simply by giving them principles of how to adjust their thinking. Bara með því að gefa þeim meginreglur sem að hjálpa þeim að breyta hugsuninni. Now, since in the head is where you are having your will, your discernment, Og þar sem þú ert með vilja þinn og skilning í huganum, most people that are trying to quit smoking þá eru flestir sem eru að reyna að hætta að reykja find out that they've lost their will. að finna þau uppgöta það að þau hafa tapað viljanum They feel like they're trapped. og finnst þessu séu komin í ógöngur. And some people are so addicted Og sumir eru svo, hafa ánetjast svo illilega that they can't think of living any other way than with their cigarettes. að þau get ekki ímyndað sér lífið sitt án sígaretta. So the devil then Þannig að Satan tempts people kemur og freistar fólk to become addicted til þess að það ánetjist, so that through the addiction he can control their desires. að þannig mun hann geta stjórnað þeirra þrá í gegnum að það að vera ánetjuð einhverju. But what the devil really wants En það sem að Satan vill helst is your allegiance, að þið séu með honum í liði. your loyalty to him. Þið séu löghlýðin honum. But he doesn't appear and say, I'm the devil, I want you to follow me. Hann kemur ekki og segir, ég djöfullinn og fylgdu mér. He simply puts thoughts in your mind. Hann setur bara hugsanir í hugan And with those thoughts, og með þeim hugsunum, if you follow them, ef þú fylgir þeim, he is hoping to control you. þá hann að vonast til þess að geta stjórnað þér. So, with Jesus, Þannig að varðandi Jesú, he tried to get Jesus to yield to him. þá reyndi hann að freista Jesú til þess að hann geti stjórnað honum. So he brought 3 temptations to Christ. Þannig að hann kom með þrjár freistingar, já. 3 temptations. Já, freistingar. And the last temptation, Og síðasta freistingin var, the first one was diet. fyrsta var mataræði. The second one Númer 2 was tempting God. var það að freista Guðs. And the third Og þriðja var was to offer Christ everything that he thought Christ wanted. að bjóða Kristi allt það sem að hann hélt að Kristur vildi. So he showed them all the kingdoms of the world Hann sýndi honum öll konungsríki jarðarinnar and the glory of them. og dýrð þeirra. It's interesting. Þetta áhugavert. That's exactly what tour people try to do. Þetta akkurat það sem að leiðsögumenn reyna að gera. When they're advertising to get you to go to what they want you to go to, Þegar þeir eru að auglýsa einhvern stað sem þið vilja að þið ferðist til, they're always showing the glory of the places. þá eru þeir alltaf að sýna það flottasta á staðnum sem þið eigið að fara á. They never show you the bad things about those places. Það er aldrei sýnt þetta neikvæða. You understand what I'm saying? Skiljiði hvað ég á við. So the first tour guide is in the Bible. En fyrsti leiðsögumaðurinn í Biblíunni. But who was he? Hver var það? It was Satan. Það var Satan. He showed them all the world Hann sýndi honum allan heiminn and all the glory of all the places. og alla dýrð á öllum stöðum. And then he said to the Lord, Og svo sagði hann við Drottinn, all these things will I give thee allt þetta mun ég gefa þér if you will fall down and worship me. ef þú fellir fram og tilbyður mig. Interesting. Athyglisvert. So what is it that he wants from you and from me? Hvað vill hann frá okkur? Worship. Hann vill tilbeiðslu. So now we know that the battle is where? Nú veitum við að baráttan er In hvar? the mind. Í huganum. Do you understand? Þið skiljið. And so he tries to manipulate the mind. Þannig að hann er að reyna að stýra huganum. So how does he do it? Og hvernig fer hann að því? Well, there are several ways. Það eru nokkur atriði. He works through keeping people from studying the Word of God. Hann reynir að halda fólki frá því að rannsaka orð Guðs. So people have all strange ideas about how the Bible doesn't help, how the Bible's not true, how the Bible was written Þannig að wrong, etc.
fólk sem er alls konar hugmyndir Biblíuna, þessu og hinn vitleysan og það sé ekki hægt að treysta Biblíunni. Because he knows Því hann veit that if people actually start studying the Bible, að ef fólk fer í alvörunni að rannsaka they Biblíuna, will discover how Satan works. þá munu þeir uppgötva hvernig Satan But vinnur. more importantly, En mikilvægara það they'll discover how God delivers. að þeir munu uppgötva hvernig Guð frelsar. And so, another way, Svo er annað weakening the mental powers. að veikja styrk hugans. Yeah. In America, Í Bandaríkjunum, there's a big problem. þar er eitt vandamál. There are a lot of people addicted to opiates. Það er mjög mikið af fólki sem er háð ópíóðum. Many drug addicts. Það eru margir sem eru eitulega fíklar í gegnum það. Þetta eru svona verkjalið. And then the tobacco company, Og svo koma fyrirtækin sem framleiða tóbak. they have figured out a way how to make things that look like cigarettes, Þeir hafa uppgötvað að gera svona eitthvað sem lítur út eins og sígarettur and they created something called a jewel. og bjuggu til eitthvað sem kallast geimsteinn. It's like a little flash drive, Þetta er eins og lítill svona USB-lykill. and there's enough nicotine in that jewel for young people Það er nóg nikótín í þessu apparati to addict them, til að gera þau háð so that they will be customers for the tobacco company for the rest of their lives. svo þau verði góðir kúnnar fyrir þetta þessi tóbaksfyrirtæki það sem eftir er lífsins. And they put more nicotine in those things Setja meira nikótín í þetta than in a pack of cigarettes. heldur en í heilan pakka af sígarettum. Did you know that? Vissuðu þetta? There are a lot of young people Það er mjög mikið af ungu fólki who think it's cool to smoke and throw out smoke. sem finnst ægilega smart að reykja þetta. I think you've seen adults with these things in their mouth and they take a hell and then they blow out smoke. Og þið hefðu séð örugglega fullari fólk vera að reykja svona. The problem with that is that while they think it's cool, En vandamálið er að það sem þið halda þessi voðalega flott, they are enslaving themselves to a habit that they will have difficulty overcoming. að þeir eru að gera strælar ávana sem erfitt að yfirstíga. Another way is by wholly occupying the mind through the things of life. Og svo er líka önnur aðferð sem að notar er að fylla hugan af alls konar í lífinu. There are people who are so caught up with life that they have no time for God. Fólk er svo upptekið með lífið að það hefur engan tíma fyrir Guð. Then appealing to pride and Og self-exaltation. svo líka er hann að höfða til stolts og það að lyfta sjálfur sér á hæstu hæðir Or deception. eða líka blekkingu. In fact, the Bible says that the whole world is deceived. Biblían segir að öll veröldin er blekkt. So where did the deception take place? Og hvar er þessi blekking eiga sér stað? In a mark or in the mind? Er það In the mind. okkur merki eða í huganum? So there's a constant battle going on Þannig að það er stöðu barátta í gangi in the mind of every human being that's alive. í huga hvers og eins sem er á lífi And the devil starts when you are young, og Satan byrjar þegar þú ert ungur eða ung. because this is the way it works, parents. Því þannig virkar þetta foreldrar. When a child is young, Þegar að barn er ungt, it's like a young tree. þá er það eins og ungt You tré. can bend and shape it. Þá er það svona eins og lítið tré sem hægt er að beygja fram og tilbaka. But once the child grows up, En svo þegar barn er að vaxa úr grasi, it's like a tree that's grown. þá er það eins og tré sem er orðið aðeins harðara. You can no longer bend or shape it. Þá er ekki hægt að beygja það til. So when is the character of the child is formed? Þannig að þegar er búið að móta lindisengur barnsins, From 3 to 5 years old. það er á millið þegar þau eru 3 til 5 ára. Did you know that? Vissuðu þetta? So these young people here Þannig að þetta unga fólk hér, already have their characters formed að nú eru lindisengun þeirra mótuð, because they're older than 5 years old. því nú eru þau orðin eldri en 5 ára. And what the Catholic Church says is this: Og það sem kaþólska kirkjan segir, give us a child till they're 7, gefðu mér barn sem eru upp á 7 ára aldri and they'll be Catholics for the rest of their lives. og þau munu vera kaþólikar þar sem eftir er lífsins. In other words, there's no question
Með öðrum orðum, það engin spurning that there's an understanding að það skilningur when to get people formed into a certain pattern. hvenar á að móta fólk inn í vist munstur. When is it? Hvenar það? When they're young. Þegar þau eru ung. Just think about yourselves. Hugsið bara ykkur sjálf. How many of you have ever smoked? Any of you? Hversu mörg ykkur hafi einhvern tíma reykt hérna inni? You smoked. There's only one that used to smoke. There's Bara einn two. sem hefur reykt? There's Já, three. tveir. When did you start smoking? Hvenær byrjuðu það að reykja? When you were old Þegar þau voru gamlir or when you were young? eða þegar þau voru ungir? When you were young. Þegar þau eru ungir. That's when you set the path that you're going to be taking. Það einmitt þá sem að við erum að byrja á þeim vegi sem við munum fara á út í. So, the scripture says this. Og ef við förum hérna í Jakobs bréf, Let no man say when he is tempted, enginn má segja að hann verður fyrir freistingu, I am tempted of God. Guð freistar mín. For God cannot be tempted with evil. Guð getur eigi orðið fyrir freistingu af hennu illa. Neither does God tempt any man. Enda freistar hann sjálfur einskis manns. But every man is tempted Það eigin girð sem freistar sér when hvers he manns is drawn away of his own lust and enticed. og dregur hann og tælir. So he tempts us. Hann freistar okkar. How does he do it? Og hvernig fer hann að He því? makes suggestions through the eyes or through the ears. Hann kemur með tillögur gegnum augun eða eyrun He presents things in a way that make it appealing, og lætur hlutina líta út fyrir að vera aðlagandi, as he did with Eve. eins og hann gerði við Evu. And once you accept it in the mind, Og þegar að hugurinn hefur meðtekið þetta, then he hopes that you'll follow that trend until you're locked in. og þá vonast hann til þess að þú fylgir þessu eftir þangað til að þú So- ert komin í gildru. Then when lust has conceived, Og svo þegar að gerindin síðan er orðin þunguð it og brings forth sin, elur hún synd, and sin, when it is finished, og þegar syndin er orðin fullþroskuð, brings forth death. fæðir hún dauða. And that's why the Bible says that the wages of sin is Og þess vegna segir Biblían að laun syndarinnar er death. dauði. Okay, now, the scripture doesn't say that temptation is a sin. Ritningin segir ekki að freistingin sé synd. In other words, Með öðrum orðum, how many of you have been tempted? hversu mörg ykkur hafa orðið fyrir freistingu? If you've been tempted, does that mean that you sin? Því það því að þið synga bara því þið fengu freistinguna? No. Nei, Sin is not temptation. Sin is yielding to temptation. syndin er ekki freisting, heldur syndin er að gefast undan freistingunni. In other words, all of us have minds, Við erum öll með huga and all of us have a will. og við erum öll með vilja. And if the devil can get you to yield to him Og ef að óvinnur ykkar Satan tekst að láta ykkur through temptation, gefast honum í gegnum freistingu, then by accepting the temptation, you commit sin. að þá þegar þið tekið og látið undan freistingunni að þá syndgiði. But you can reject the temptation. En það er hægt að hafna þessari freistingu. My wife was shopping one day, Einu sinni var kona mín í versla and when she got home, she said, I had a strange experience. og þegar hún kom heim sagðist hún hafa orðið fyrir einhverju undarlegu. She said there was a purple sweater, Það var fjólublá peysa and the thought came, I should not steal. og þú kom í hugan á henni að ég ætti ekki að stela. And she thought, I wouldn't be caught dead with that sweater. Og þá hugsaði hún, I would not be caught dead wearing that sweater. ég myndi ekki einu sinni, ég myndi aldrei vilja vera í þessari peysu. To her, it was an ugly sweater. Henni fannst þetta að vera ljót She would peysa. never wear it. Hún myndi aldrei vilja fara í hana. And yet the thought came, I shouldn't steal it. Og svo samt kom þetta í hugan hans, ég ætti ekki að And stela. she said, it was a strange sensation that I had. Henni fannst þetta mjög einkennilegt. Well, that night, Þetta kvöld, we were watching the news þá on vorum við television. að horfa á fréttir í sjónvarpinu. And guess what? Hvað haldið þið? It turned out that that mall
það kom í ljós að akkurat í þessari verslunarmiðstöð had put messages in the music að þá var komin svona eitthvað skona skilaboð í tónlistina that the brain could pick up the messages sem heilin gat nemið even though you could not understand the message. numið þó svo að við getum ekki skilið þessi skilaboð. Do you hear what I'm saying? Skiljið hvað ég er að fara? And so that mall was trying to keep people from stealing. Og þannig að þessi verslunarmiðstöð var að halda fólki frá því að stela. And the way they thought they could stop people from stealing is by putting subliminal messages in them through the music. Þannig að þau héldu að þau gætu haldið fólki frá því að stela með því að setja svona skilaboð fyrir undirmeðvitundina í gegnum tónlistina. Fortunately, Sem betur fer, they were caught. þá náðist þau skottið að þeim They were forced to stop that og þeir voru þvingaðir til þess að hætta þessu. because they were manipulating people's thinking without people's choices. Og þeir voru að leika sér að hugum fólks að þess að spyrja það leyfi. So if man can do that to man, Nú ef að maður getur gert þetta við mann, how much more do you think the devil can do to us? hvað heldið þið þá að Satan getur gert við okkur? Now listen, I'm not here to glorify the devil, Ég er ekki hér til þess að hylla Satan, but I hope you understand en ég vona þið skiljið that God is dealing with a problem, að Guð er að eiga við stórt vandamál, a big problem. mjög stórt He vandamál. wants you in heaven. Hann vill sjá ykkur á himnum. Where does he want you? Hvar vill hann sjá ykkur? He wants you to be with him. Hann vill að þið séu með honum. That's why he promised that he will come back again. Þess vegna lofa að hann myndi koma aftur. But you and I have to cooperate with him. En við þurfum að starfa með honum. How do we cooperate? Og hvernig gerum við það? By listening to his teachings, Með því að hlusta á það sem hann kennir. by accepting him, Með því að taka á mót honum. and accepting his principles of that which is right and just. Og taka við hans meginreglum, það sem So er rétt. before I became a Christian, Áður en ég var kristinn, I had no problem taking something that didn't belong to me. þá var það ekkert vandamál fyrir mig að stela, Do you understand? til skiljið. One time I was a little boy, Einu sinni var ég strákur and there was a Jewish boy og það var who was a neighbor. gyðingastrákur sem að var nágranni minn. He lost a ring, Hann týndi hring sem hann átti and I found it. og ég fann hringinn. Well, I didn't give it to him. Ég lét hann ekkert fá hringinn, I kept the ring. ég hélt hringnum. Many months later, Mörgum mánuðum I seinna put on the ring, setti ég hringinn á mig and he saw the ring, og hann sá hringinn and he said, "That's my ring." og hann sagði ég á hann hring. I said, "No, it's not your ring, it's my ring. Nei, þú átt hann ekki, ég á hann, It's on sagði. my finger." Sjáðu, hann er á fingrinu mínum Well, he cried, og hann fór að gráta but I didn't give him the ring. en ég lét hann ekki fá hringinn. What was I doing? Hvað var ég að gera? Was I doing right or wrong? Var ég að gera það sem var rétt eða það sem var rangt? I was doing wrong. Ég var að gera það sem var rangt. So who was I favoring, the Lord or the devil? Og hverjum var ég að gera greiða? So by our Satan, acts, Satan eða Guði? by the way we think, Hvernig við hegðum okkur og by the hugsum way we behave, og hvernig við hegðum okkur, we begin to show þá sýnum við what's going in, hvað er að koma inn í hug okkar. the goodness of God Gæska Guðs or the evil of the evil one. eða hið illa frá hennum illa. So there's no sin in being tempted. Það er engin synd að verða fyrir freistingu. The sin is yielding to temptation. Syndin er að falla fyrir freistingunni. So the Bible says that you can cast down Biblían segir að við getum varpað niður imaginations ímyndun and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. og allt sem hreykir sig gegn þekkingunni á Guði. And you can bring into captivity Og við getum hertekið hverja hugsun to the obedience of God. til hlýðni við Krist. In other words, when you're tempted, Með öðrum orðum, þegar þið verður fyrir you freistingu, can decide þá getur þú ákveðið whether you are going to think on the temptation or whether you're going to reject it. hvort þú ætlar að hugleiða betur þessa freistingu eða hafna henni. And if you reject it, Því að ef þú hafnar henni, you gain the victory. þá ertu búin að sigra. If you don't reject Og it, ef þú hafnar henni ekki, then that thought becomes more and more the way you think. og þá verður þetta meira og meira eins og þú hugsar. And the Bible says this, Og Biblían segir, as a man thinks in his heart, eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu, so is he. svo er hann. Now,
There are a lot of good people Það mikið af góðu fólki who sometimes get bad thoughts. sem fá slæmar hugsanir. Is that true? Er það ekki rétt? Yes or no? Já, Okay. já. Here's what it says. Hérna kemur fram. There are thoughts and feelings suggested and aroused by Satan that annoy even the best of men. Það eru bæði hugsanar og tilfinningar sem að Satan kemur með tillögur að sem jafnvel pirra hina hið besta fólk. But if they are not cherished, En ef að fólk tekur ekki við þeim, if those thoughts and feelings are in your mind ef maður færir þessar hugsanir og and you tilfinningar don't cherish those thoughts, og maður fagnar þeim ekki, then it says the soul is not contaminated with guilt, þá verður sálin ekki menguð af sekt and no other is defiled by their influence. og enginn verður mengaður af þeirra áhrifum. In other words, Með öðrum orðum, when you're walking down the street þegar maður er að ganga and you have an evil thought that comes to your mind út á götu og það kemur einhver ill hugsun upp and you realize it, og þú fattar you það, can reject that thought. þá er þetta að hafna hugsuninni. How? Hvernig? By putting your mind on the things of God. Með því að hugsa Guð. In other words, there are promises. Það eru loforð, Because the Bible says there's no temptation that has taken you but such as common to every man. því Biblían segir að það er engin freisting sem við fáum But God is faithful, sem er of sterk fyrir okkur and mennina. He will make a way of escape for you with every temptation. En Guð, hann mun hjálpa okkur að komast undan freistingum. And that's good news. What do you say? Það eru góða fréttir. In other words, we don't have to become slaves to our thinking. Við þurfum ekki að verða þrælar af þessu okkar hugsunum. We let the Bible principles control our thinking. Bæði Biblían og meginreglur eiga að stjórna okkar hugsun. And that's what Jesus did. Og það er það sem Jesús When the gerði. devil tempted him and said, if you're the Son of God, turn these stones into bread. Þegar Satan freistaði Jesús og sagði breyttu þessum steinum með brauð, That was a suggestion of the devil. hann var að koma með þessa tillögu. What did Jesus do? Hvað gerði Jesús? It is written, Þá sagði hann, það er ritað. man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Maðurinn lifir ekki að brauði einu saman, heldur á hverju því orði sem gengur fram að munni So if you Guðs. fill your mind with the promises of the Bible, Þannig ef þið fyllið huga ykkar af loforðum úr Biblíunni and the devil seeks to tempt you og svo vill djöfullin freist ykkar with the promises of God, með loforðum you Guðs, can push that temptation away. þá getið þið ítt þessum freistingum í burtu And með then you loforðum. become a conqueror over your thoughts. Og þá eru það þið sem að sigrið ykkar eigin hugsanir. What do you say? Hvað segið þið það? Good news? Er þetta ekki góða fréttir? We don't have to be slaves to our feelings and thoughts. Við þurfum ekki að vera þrælar tilfinninga okkar og hugsana okkar. Listen, this coming weekend, Núna þessa helgi, one of my associates will be coming. þá er eitt félag minn að koma. He's actually a scientist, Hann er vísindamaður, a neuroscientist, taugavísindamaður and he's going to be presenting here this coming weekend. og hann mun einmitt vera með fyrirlestra hér helgina. I mean, I'll be here also, Ég mun vera hér líka, but I want him to give you some instruction on mental health. en ég vil að hann gefi ykkur leiðbeiningar svona andlega heilsu. How many of you would like to hear him? Hversu mörg ykkar myndi vilja hlusta á hann? Yeah, he's a neuroscientist from Switzerland. Hann er að koma frá Sviss og er vísindamaður á taugavísindum And by the way, he was a Filipino og hann er líka frá Filippseyjum. who was born in the Philippines, Hann fæddist í grew Filippseyjum, up in England, ólst upp í Englandi, graduated and went to Switzerland, útskrifaðist og flutti til Sviss and he became a scientist, og var vísindamaður. one of the most published scientists in Switzerland. Einn af þeim merkustu vísindamönnum í Sviss. I had the joy of having him sit in my audience, Ég var svo heppin að hafa hann meðal áhærenda einu sinni
And as he heard me preaching the Word of God, Og þegar hann heyrði að ég var að predika orð Guðs, it made sense to him. þá fannst hann það rökrétt. He decided to be baptized. Og hann ákvað að skýrast, And after he was baptized, og eftir hann skýrðist, he wanted me to teach him how to reach people for Christ. þá vildi hann að ég myndi kenna honum hvernig ætti að ná til fólks So I taught him that. fyrir Krist. Svo ég kendi honum það. Then he became so in love with sharing the thoughts of Christ with people Þannig að svo varð hann svo hrifinn af því að fá að deila orðið Guðs með öðru fólki that he quit his position að as hann a bara scientist. sagði upp stöðu sinni sem vísindamaður. And today he's traveling the world helping people understand how to have better brains and better thinking. Og í dag hann að ferðast allan heiminn til að hjálpa fólki að hafa betri hugsun og skilja And you betur will be getting that hvernig expertise here for free. heilin virkar. Og þið munu fá þessar upplýsingar ókeypis hér. For how much? For free. Hvað kostar það? Ekki neitt. And you should invite your friends and neighbors. Og endilega bjóðið þið bæði vinum og nágrönnum All og right. ættingjum. But notice then, En sjáu þið svo hér. even good people, Meira segja gott fólk, was Jesus a good person? var Jesús góður maður. Who tempted him? Hver var að freista hans? If the devil could tempt Jesus, he certainly could tempt you. Ef Satan gat freistað Jesú, þá getur But hann svo sannlega gert það við þig. Here's the way it works. En svona virkar þetta. The devil cannot read your thoughts. Hann getur ekki lesið hugsanir ykkar. However, En he can put thoughts in your mind. hann getur sett hugsun í hugan þinn. But he dresses up the thoughts like your own thought pattern. En hann setur þetta í þannig búning eins og þetta sé okkar eigin hugsun. So because he plants his thoughts in your mind to look like your thoughts, En að því hann gera það þannig eins og þetta sé okkar eigin hugsunir. you think that everything that's up there is you. Og þá haldið að það sé þarna inni og það sé þú. But that is not true. En það er ekki satt. The enemy puts thoughts in your mind with the hope that you will then think about these thoughts. Óvinnurinn setur þessar hugsanir svo að við förum svo að huglega þetta And og once you accept them as your thought, svo þegar við tökum við þessu eins og it okkar eigin, affects the way you think and the way you are. þá hefur það áhrif á hvernig þú hugsar og hvernig þú ert. And so the good news is En góðu fréttarnir eru that the þær Word of God að orð Guðs has power er með kraft to change your thinking. til að breyta hugsuninni. Good news, what do you say? Er það ekki góða fréttir? So we don't have to become slaves to even the thoughts that are in our minds. Þá þurfum við ekki að vera þrælar okkar eigin hugsana. I've had many people say, Ég hef heyrt marga segja, oh, I'll never change. ég mun aldrei ná að breytast. Well, they're defeated already. Já, þá er bara nú þegar búinir að tapa. Never say I'll never change. Aldrei segja að þú munir aldrei geta Because breyst. with God, all things are possible. Að því með Guði er allt mögulegt. How many things? Allt er hægt að gera með Guði. I went to Romania Ég fór til Rúmeníu just after communism. rétt eftir að kommunismi And I féll offered a program to quit smoking. og ég var að hjálpa fólki að hætta að reykja. And 84 people came. 84 komu And the first night, og fyrsta kvöldið I told them what to do. þá sagði ég þeim hvað þú átt að And gera. one of those things was Og eitt af því var to repeat, I can do all things to Christ who strengthens me. að endurteka allt megna ég fyrir hann sem er styrkan When gerir. I said that to them, Þegar ég sagði þeim þetta, because they were communists, út af því að þau voru they kommunistar, did not want to say it. þau vildi ekki segja þetta. So I said, okay, repeat after me. Endurtakið eftir mér, sagði ég. They wouldn't repeat it. Og þau vildi ekki endurtaka. So I asked them the question, Og ég spurði þau spurningar. do you want to quit smoking? Viljið þið hætta að reykja? Yeah, they said da, which is Hungarian, and So- igen, which is Hungarian and Romanian. Þá sagði da, sem er já. So if you want to quit smoking, Ef þið viljið hætta að reykja, then what's your doctor telling you to do? hvað er læknirinn ykkar að segja ykkur? If you know how to quit, then you don't need to be here. Ef þið getið sjálf hætt, þá þurfið þið ekki að vera hér. But since you don't know how to quit, you have to depend upon me. En fyrst þið kunnið ekki að hætta, þá eru þið upp á mig So komin. I want you to say, Þannig að ég vil að þið I can segja, do all things through Christ who strengthens me. ég get allt megna ég fyrir All hann right, I'm going to sem, count to 3. sem mig styrkan gerir og ég And tek I og said, þremur. I can do all things that strengthen me. Now you do it. Og ég sagði, ég get gert allt megna ég fyrir hann sem mig And it styrkan was gerir. like they had marbles in their mouth. Og það var eins og við værum með eitthvað kúlur í mununum. And I said, that's not good enough. Þetta hljómar ekki vel, sagði You ég. have to say it with gusto. Þið þurfa að segja þetta I can do all things through Christ who strengthens me. með krafti. And so finally they said it. Og svo loksins sögðu það. Okay?
The majority of them quit smoking. og meiri hlutin að hætta að reykja. How many? The Hversu majority of them. Meiri hlutin af In þeim. fact, some of the ones that had the heaviest addiction. Sumir sem voru verst settir, There was one man who was a hunter. einn var veiðimaður, He was about 40 years old. hann var 40 ára, He smoked about 4 packs of cigarettes a day. hann reykti 4 pakk á dag, He could barely walk in through the woods. hann gat valla gengið inn í skóginn. So he came to quit smoking. Svo hann kom til að læra að hætta að And when reykja. I told him he had to say, I can do all things through Christ, he didn't want to say it. Og þegar ég sagði hann að fara með þetta He biblíuvers, þá said, vildi okay, hann ekki. then I can't help you. Og þá get ég ekki hjálpað þessu. All right, he said, all right. Svo sagði hann allt í lagi, allt í lagi. So every day I said, you have to say that. Þegar þú ert að segja þetta á hverjum degi. And then I told them other things that they needed to do. Og svo sagði ég þeim að gera annað sem ég You know sagði. that hunter, Vitið það the 5th day, að þessi he veiðimaður was so excited that he quit smoking á 5. degi in var 5 days. hann var svo spenntur. And then he said, I told him, I'm going to leave you for the weekend to be on your own, and then I'll see you on Monday. Já, hann var svo spenntur veiðimaðurinn að hann gætt hægt að reykja á 5. degi og svo sagði hann, nú ætlum ég að leiða ykkur að fara í smá stundu frá og svo hittust þau aftur seinna. So on Monday they came back. Og svo á mánudegi komið þeir aftur. And that hunter said, Og þá sagði veiðimaðurinn, I can walk 10 miles without having to catch my breath. nú get ég gengið 10 mílur á þess að þurfa að kasta mæðinni. But he said, I got so mad. En ég var svo reiður. I said, about what? Hvað, sagði ég? He said, I was so excited, I walked 10 miles out into the woods, Ég var svo spenntur þegar ég labbaði þessa and I vegalengd. sat down on a tree, Svo settist ég á trjából and all of a sudden a gypsy came from nowhere offering me a cigarette. og allt í einu kom sígunni og bauð mér upp á He sígarettu. said, Pastor, I could have killed that gypsy. Ég hefði getað drepið þennan síguna. Here I am, 10 miles in the woods, Þarna var ég komið þessa löngu and leið the gypsy offers me a og svo cigarette. kemur hann og býður mér sígarettu. Okay? Did the devil want that hunter to quit? No. Vildi Satan að þessi veiðimaður But myndi you hætta know að what he reykja? said to me? Vitið hvað hann sagði? I can do all things through Christ who strengthens Og hann me. sagði, allt megnað ég fyrir hann sem mig styrkan gerir. It was a joy to see these people. And then the captain, because there was still the army around every city, there were the military. Það var her þarna á svæðinu And the captain of the military was trying to quit smoking. og herfóringi var komin til að læra að hætta að reykja. So at the end of the class, he came to me. Þannig að þegar að námskeiðinu lauk þá He kom hann said, til mín. I want to thank you for helping me to quit smoking. Mér langar að þakka þér fyrir að hjálpa mér að hætta að reykja. And I said, don't thank me. Og hann sagði ekki þakka mér, Thank God. þakkaði Guði. And I saw a tear in his eye. Og ég sá tár í augunum. He said, that's another thing I want to thank you Og for. mér langar að þakka þér fyrir það líka, sagði hann. Thank you for helping me to find God. Þakka þér fyrir að hjálpa mér að finna Guð. Praise the Lord. What do you say? Lof sé Guði. So all of us, how many of us? Öll okkar, All of us can change. öll okkar getum breyst. All of us can be overcomers. Við getum verið Okay? sigurvegarar. The devil attempts people to get addicted, Satan, hann freistar fólks til að whether it ánetjast. be through alcohol or through drugs. Áfengi, eiturlyfjum eða einhver öðru. But the Bible says the following. En í Rómarbréfi segir, Know ye not that to whom you yield yourselves to obey, vitið þér ekki að þið bjóðu öðrum sjálfaður fyrir þjóna his servants you are, og hlýðið honum, þá eru þér þjónar to þess whom you obey, sem þér hlýðið. whether of sin unto death Hvort heldur syndar til dauða or of obedience unto eða righteousness. hlýðinni til réttlætis. Now you see the battle. Nú sjáum við It's baráttuna. a real battle. Þetta alvöru barátta. The enemy is trying to control your thinking, your feelings, your emotions, your life. Óvinurinn að reyna að stjórna tilfinningunum og huganum. He wants to keep you from Christ. Hann vill halda þig frá Kristi. So when that moment comes that the sealing is done, Þannig að þegar hann innsiglar fólk, you are cut out að þá ert þú ekki and you innsiglaður receive the mark. og færð freka merkið. That's what the enemy wants. Það það sem óvinnur okkar vill. But we should not allow that. En við eigum ekki að leyfa honum það. We should decide Við eigum að taka that ákvörðun we want to be on the side of the Lord. að við viljum vera með drottni And therefore, og þess vegna we obey him
Hlýðum við honum, rather than evil. What do you say? heldur en hinnum illa. We can overcome, Við getum and God provides the power to overcome. yfirstigið hið illa So what is our hope? og Guð gefur okkur það. Be not conformed to this world. Já, Rómverjabréf 12:2 og það stendur hegðiður eigi eftir öld þessari. But be ye transformed. Heldur takið You see háttaskiptum that? Be ye transformed by the með renewing of your mind, endurnýjung hugarfarsins, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. svo að There you þér have it. fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. There is victory for the one who wants to have victory. Það sigur fyrir þann sem vill sigur. Christ provides the power. Jesús býður upp á kraftin fyrir það. So it says, if any man be in Christ, Ef einhver í Kristi, he is a what? hvað þá? A new creature. Þá hann skapaður á ný. All things are passed away. Hið gamla varð að engu. Behold, Sjá, all things become new. nýtt orðið til. Praise the Lord. What do you say? Lof sé Guði. It may be that we have been living a life of sin. Kannski höfum við verið að lifa lífi í synd. It may be that we have been addicted to some element. Kannski höfum við verið að ánetjast einhverju. But when we turn ourselves to the Lord, En þegar við gefumst Kristi, He provides the power to deliver us, þá gefur hann okkur kraft og to leiðir hann free okkur. us, Hann frelsar okkur and to make us overcomers. og hjálpar okkur að yfirstíga þetta. He begins then to fill you with His goodness. Svo fyllir hann okkur að hans gæsku And then finally He locks you in. og svo innsiglar hann þig. And you maintain that righteousness forever. Og svo heldur þessu réttlæti alla eilífð. I want to be sealed for eternity. What about you? Ég vil vera innsiglaður fyrir eilíðina. Hvað með I þig? want the Lord to be in my mind, in my heart. Ég vil að Drottinn sé í huga mínum og hjarta mínum. I want His thinking, Ég His vil- ways ég to vil be hug- my ways and my thinking. Ég vil hugsa eins og hann og all hans hugsun sé mín. And so we become new creatures. Þannig að við verum sköpið á ný. Now, I was holding an evangelistic meeting in Romania. Ég var einu sinni með opinbera fyrirlestra í Rúmeníu. I had 4,500 people in the audience. Við vorum með 4.500 manns í salnum. And besides this meeting, I was doing the program to quit smoking. Svo ég líka að hjálpa fólki að hætta að reykja fyrir utan þetta. So at night I was preaching, Of and course. during the day I was teaching how to quit smoking. Á kvöldin var ég að predika og á daginn var ég með námskeiði. Okay? Here you can see me there, right? Þarna sjáu þið mig. You recognize that young man? Sjáu þið þennan unga mann þarna. So I was preaching, Þarna var ég að predika. and then many people decided to be baptized. Svo var mikið af fólki sem vildi Look skýrast. at all the people in white that decided to be baptized, Sjáu þið allt fólki þarna hvítu. men and women. Karlar og konur. But one thing happened. En eitt gerðist. I was going to the dressing room, Ég var að fara í búningsklefann. and as I was getting to my dressing room, I saw a young couple. Þar sá ég ungt par. The young man had a baptismal robe on, Ungi maðurinn var í svona kupli til þess að and the skýrast young í. woman had him by the baptismal robe like this, Og unga kona hélt svona fast í hann and she was shaking og him. hún var að hrista hann til. And I thought, oh no, what's going on Og here? ég hugsaði, hvað í gangi hér? So I said, may I help you? Og hann sagði, get ég And hjálpa? she turned to me and she said, Og hún sneri sér að mér og sagði, tell him not to get baptized. segðu hann að vera ekki að skýrast. She was crying. Hún var að gráta. And I said, why? Og ég spurði, af hverju? Because if he gets Að baptized, því ef hann skýrist, my parents won't let me marry him. þá munu foreldrar mínur ekki leiða mér að giftast honum. She was Orthodox. Hún var réttrúnað í kirkjunni. So I looked at the young man who was weeping. I mean, he was really crying. Ungi maðurinn, hann grét. And I said, young man, how do you feel about Og it? ég spurði hann, hvernig líður þér með þetta? And he said, I love her.
Og hann sagði, ég elska hana, but I love Jesus more, en ég elska Jésu meira. and I must be baptized. Og ég verð að skýrast. When he said that, Þegar hann I sagði þetta, remember she just dropped þá her hands sleppti like hún, this, turned around and walked away. sneri burt og gekk í burt. And Sneri that við poor og gekk. young man was just broken. Og hann var, hjarta hans var brostið. But he had made a decision. En hann var búinn að taka ákvörðun. He was going to follow Jesus, Hann ætlaði að fylgja no Jésu, matter what. alveg sama hvað. So he was baptized. Og hann var skýrður. And after the people committed themselves, the baptism took place. Og eftir að þessi skýrn hafði átt sér stað, Okay? And here's my wife hér kona mín and myself there. og þannig ég. And this young man was the man that the young woman had by the throat, shaking him. Og þessi ungi maður er sá sem að þessi kona hélt svona fast í, He was rejoicing. kærasta hans. So here's Romania 1993. Þetta er 1993. Well, I returned back to Romania in the year 2017. Svo kom ég eftir tilbaka til Rúmeníu 2017, That's over 30 years later. 30 árum setna. And this man Þessi maður showed up. kom, He wanted to see me. hann vildi hitta mig. Who is this man? Hvaða maður er þetta? Well, he's that young man Þetta er þessi ungi maður. who said, I love her, but I love Jesus more. Hann sagði, ég elska hana en ég elska Jésu meira. He came with his wife and his 2 daughters. Hann kom með konunni sinni og 2 And he dætrum wanted to introduce me to them. og hann vildi kynna þær fyrir mér. And he said, Pastor, Og hann sagði, thank you so much for what you did for me. takk fyrir það sem þú gerði fyrir mig. God has given me a wonderful wife Guð er búinn að gefa mér yndislega and 2 konu beautiful og daughters. fallega dætur. Did he make the right choice? Tók hann réttu ákvörðunina? What do you say? Hvað haldið þið? Yes or no? Já eða nei? Absolutely. Because he put his trust in God. Af því að hann treysti á Guð, God blessed him. þá blessaði Guð hann. And this is over 30 years later when he shows up as a grown man and his 2 daughters and Þarna his wife. er þetta 30 ára síðan, dætur hans og konan hans. So, God can give the victory. What do you say? Guð getur gefið okkur sigurinn. We can decide in the right Við direction. getum tekið ákvörðun fyrir það We rétta can be overcomers. og við getum verið sigurvegarar. Do you want to be an overcomer? Vilt þú vera sigurvegari? Let me ask you a question. Má ég spyrja When ykkur that spurningar? sealing time is finished, Þegar það er búið að innsigla allt, how many of you want to be on the right side of that sealing? hversu mörg ykkar vilja vera Can I innsigluð? see your hands? Amen. Amen. You don't want to be on the wrong side, do you? Þú vilt ekki vera á röngum stað. No, you don't want to be crying to the mountains and to the rocks to hide you. Þið viljið ekki vera að hrópa til fjallana að hylja ykkur. You want to say, Þið viljið segja, this is our Lord. þetta er drottinn vor We have waited for og him við höfum beðið eftir honum and he will save og us. hann mun frelsa okkur. Let's pray. Við skulum biðja saman. Heavenly Father, Himneski faðir, in spite of the fact there's a battle for us, þrátt fyrir það að það sé baráttu okkur, we're grateful that Jesus paid the high price to Father. guarantee that we could be saved. þá erum við þakklátt fyrir Jésu sem að greiddi háa gjaldi svo við mættum Thank frelsast. you, Father. Takk faðir. Thank you for providing your Spirit. Við þökkum þið fyrir andan þinn Thank you for providing your holy word. og þitt heilaga orð Thank you for the confidence that we can have, og það er traust sem við getum haft that we can become different creatures. að við getum orðið betri einstaklingar. So that when the angels seal, Þannig að þegar að Englandi koma á innsigla you see in our hands, að þá, seal us já, vilt þú drottinn innsigla for okkur eternity, we pray. alla eilífð við biðjum. In Jesus' name, Í Jésu nafni. amen. Amen. Þá þökkum við Louis Torres kærlega fyrir boðskapinn kvöldsins. We want to thank Pastor Torres for the message of today. Fyrirlestur morgundagsins fjallar The message of tomorrow is about endurfæðingu og endurnýjun opinberunarbókarinnar, eða Revelations, Rebirth and Renewal.
Og fyrirlesturinn verður hér annað kvöld klukkan 7. The lecture is going to be here tomorrow at 7. Og ég vek athygli á því að það verður ekki fundur á fimmtudagskvöldið. But I want to call your attention on that we're not going to have a meeting here on Thursday. En svo munum við halda áfram á föstudagskvöld. But then we will keep on Friday. Svo ég hlakka til að sjá ykkur á morgun. May Guð blessa ykkur og góða nótt. I'm looking forward to seeing you tomorrow, and may God bless you and good night.